Við ætlum að finna hornið milli tveggja lína, M og L, sem að gefnar eru með stikaformi. Við sjáum á stikaformi línanna að línan M hefur stefnuvektorinn 3,2 og línan L hefur stefnuvektorinn mínus 3,1. Þannig að við erum með vektorana 3,2 og mínus 3,1. Þetta eru stefnuvektorar línuna og hornið á, þannig að við bara finnum hornið á milli þessara tveggja vektora, 3,2 og mínus 3,1 og sjáum hvað það er. Við notum þá bara regluna innfeldi. Við vitum að innfeldi vektorana 3,2 og mínus 3,1 er 3 sinnum mínus 3 pluss 2 sinnum 1 og eða lengdin á 3,2 sinnum lengdin á 3,1 og lengdin á 3,2 er rótin af 3 pluss 2 sinnum lengdin á seinni vektornum sem er þá mínus 3 pluss 1 sinnum kósinus af hornin á milli þeirra sem við skulum bara kalla þetta. Nú við höfum þá fengið að, og ef við reiknum þetta, nú leysum þetta bara fyrir kósinus þeta, stillum þessu þannig upp, þá að kósinus af þeta er þá jafnt og innfeldið sem er 3 sinnum mínus 3 er náttúrulega mínus 9 og 2 sinnum 1 eru 2 og svo deilum við hérna megin með rótunum. 3 í öðru er 9 og 2 í öðru er 4 og 9 pluss 4 eru 13. Síðan erum við með mínus 3 í öðru, það eru 9 pluss 1 í öðru sem er 1 og 9 pluss 1 eru 10, þannig að þetta er þá rótin af 10 og við ætlum að finna hornið þeta. Þá vitum við að kósinus í mínus fyrsta af þessu mínus 9 pluss 2 eru mínus 7 og rótin af 13 sem er rótin af 10 er þá rótin af 130 til dæmis og þetta gefur okkur horn sem er það bil jafnt og 127,9 gráður. Og við erum þá, ef við sjáum þá línurnar hérna, ef við rissum nú hérna upp einhverja mynda þessum línum, þá getur þetta hérna verið línan M og þetta hérna verið línan L. Við sáum að stefnuvektorinn á M, ef að þetta er hann hefur hnittin 3,2 og hér erum við þá með stefnuvektor línunar L sem hefur hnittin mínus 3,1. Þetta er nú ekki fallega teiknað, en þá er þetta hérna hornið á milli þeirra og það sögðum við að veri 127,9. Horn milli tveggja vektora er alltaf minna hornið á milli þeirra, þannig að þetta horn hér er þá hornið á milli vektorana. Hitt hornið er 360 mínus 127,9. Ég nenni nú ekki að reikna hvað það er. En gleymum því ekki að horn á milli tveggja línana L og M er alltaf minna á hornið sem að þær mynda á milli sín. Þannig að hornið sem að við áttum að finna var einmitt þetta horn hér. Og þetta horn hérna er 180 gráður mínus 127,9 sem að gefur okkur að hornið á milli
línana L og M er 52,1 gráða. Og við segjum hérna hornið milli L og M er 52,1 gráða.